594. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Hljómahöll 15. september 2020 klukkan 17 hér með settur. Á fundin eru mættir bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Margrét Sandes, Jasmína Sernag, ég glemdi eftirnafninu fyrir ekki, Gunnar Felix Rúnarsson. Takk fyrir þetta. Og sá sem ég stendur á bæjarstjórinn, hann heitir Kjartan Már Kjartansson, hann er hérna, situr mér við hlið. Og sá sem hér stendur Guðbrandur Einarsson. Það eru 6 mál á dagskrá, en þau eru númer 1, fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. september, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. september, númer 3, fundargerð barnaverndarnefndar frá 31. ágúst, númer 4, fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs frá 8. september, númer 5, fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. september, fundargerð velferðarráðs frá 9. september. Þá tökum við til afgreiðslu og umræðu fyrsta málið sem eru fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. september. Orðið laust fundargerðirnar. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að fara yfir nokkuð mál úr fundargerðum bæjarráðs síðustu 2 vikurnar. Það er kannski að byrja á fyrir fundargerðinni frá 3. september síðastliðnum, en þá var fjárhagsrammi fjárhagsáætlunar lagður fram og hérna eins og bæjarfulltrúar vel vita þá vinnan við fjárhagsáætlun næsta árs hafin að fullu og hefur verið samkomulag um þau mál hingað til hjá okkur sem er mjög gott. Ég vil líka nefna að viðbygging fjölbrautaskóla Suðurnesja, sú bygging sem hefur verið í undirbúningi í ansi mörg ár, það er verið að byggja viðbygginguna sem á að vera félagsaðstaða fyrir nemendur, setuaðstaða og fleira. Og þar þurftu Reykjanesbæjar að bæta aðeins við þann kostnað sem hlýst að byggja viðbygginguna, en það er þannig að þegar kostnaður meira en áætlað var þá er það í samstarfi við ríki að þá borgar ríki ekki meira en sveitarfélögin þurfa að bæta í, sem er svona frekar ankannalegt, en þetta er stefna hjá ríkinum að þeir borga bara ákveðna tölu og ef kostnaður er meiri að þá þurfa sveitarfélögin að sjá um það. Og mér finnst að við þurfum einhvern veginn að fá að breyta því. Allir aðilar sem koma að þessu þurfa þá að bæta við. Athyglisvert 5. mál að er staða á framtíð þroskahjálpar á Suðurnesjum, en það hefur borist erindi frá Ásmundi Friðrikssyni, formanni þroskahjálpar, óskaði eftir viðræðum við Reykjanesbæ samstarf þroskahjálp á Suðurnesjum, Dósasel, en það eru erfiðar en áður að fá fólk til að vinna í þessum geira og bæjarstjóri er að vinna í þessu máli og vonandi finnst eitthvað lausn á því til framtíðar. Það hefur verið gríðarlegur dugnaður í forystumönnum þroskahjálpar á síðustu árum að búin að flytja Dósasel og reksturinn hefur gengið vel og það eru peningar í búinu og vonandi tekst okkur að finna einhverja lausnir þannig að þetta verði áfram sem vinnustaður fyrir fatlara. Næsta fundi bæjarráðs þá var fjárhagsrammi fjárhagsáætlunar 2021-2024 aftur tekið fyrir og þar var lögð fram tillaga af meirihlutanum að bæta aðeins við fjárhagsrammana og var það samþykkt 5 af öllum í bæjarráði og var það mjög jákvætt að menn eru samhentir í að vinna þessa fjárhagsáætlun á erfiðum tímum. Á síðasta bæjarstjórnarfundi var
var lögð fram bókun frá hjá Sjálfstæðisflokknum, bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins og sáum við ástæðu til þess að svara þeirri bókun, en bókunum var vísað í bæjarráð og þetta var rætt vel í bæjarráði og vil nú þakka fyrir þá umræðu, mjög góð umræða og ég finn það að bæjarfulltrúar erum öll á sömu leið í þessu ástandi sem og öll viljum við vinna að atvinnuuppbyggingu í Reykjanesbæ og fullt að gera í þessum geira hjá okkur núna. Stefnumótunarvinna hafin og samstarfshópur atvinnuþróun með félagsmálaráðuneyti og Vinnumálastofnun tekið til starfa og vonandi á næstu dögum verða kynntar hugmyndir samstarfi við Vinnumálastofnun. Og síðan fyrirhugaður fundur með öllum hagsmunaaðilum hér í Reykjanesbæ, verkalýðshreyfingunni, samtökum atvinnulífsins sem bæjarstjóri Reykjanesbæjar hefur unnið að, en fundurinn á morgun og á von bæjarstjórinn kannski kynni það betur á eftir. Fundurinn á fimmtudaginn, afsakið. Ekki bara Reykjanesbæjar. Já, það öll Suðurnesin, fimmtudaginn, afsakið. Já, annað var það ekki, takk. Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Já, virðulegur forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir og bæjarstjóri. Já, það er þess að koma við hérna nokkur mál, meðal annars það sem Friðjón nefndi, til að mynda varðandi viðbyggingu fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þetta alveg sama við stöndum frammi fyrir eins og með hjúkrunarheimili að ríkið tekur þátt upp að einhver ákveðnu marki, ákveðnu hlutfall, 85 eða 60% og byggt á einhverju kostnaðaráætlun sem lögð fram. Í þessu tilviki þá bara farið fram úr þeirri áætlun. Þetta umfram það sem var á teikniborðinu og það sem ríkið samþykkir. Þannig að það eru kannski litla líkur á að við náum í einhvern meiri pening. Við verðum bara að taka þetta á okkur ef við viljum fara þarna fram úr. Þetta bara svona ganga hlutinni fyrir sig. Getur verið fúl yfir því en það var mikil og löng barátta fyrir þessu og ég held að barátta fyrir að fá það til að taka meiri þátt verði kannski erfiðari. Þetta bara svona staðandi. Annað varðandi þessi atvinnumál. Við vorum með bókun hérna á síðasta bæjarstjórnarfundi og hún var rædd fram og tilbaka og ýmislegt fundið að henni og svo framvegis, bara eins og gengur og gerast hérna á fundum hjá okkur. Þeirri bókun var svarað með bókun inn í bæjarráð, það bara gaman að því og þannig að við verum að launa hver vel var tekið í þetta með bókun. Þetta bara eins og skákinni maður þarf alltaf að svara með einhverjum leik. Þannig að okkur langar að leggja fram eftirfarandi bókun. Ég átti að senda ritara bókunum, þetta bara átti að rita og senda. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja þakka fulltrúum Samfylkingar, Framsóknarflokks og Beinna leiðar fyrir góð viðbrögð við bókun bæjarfulltrúa og nefndarmanna Sjálfstæðisflokksins atvinnumál sem lögð var fram á bæjarstjórnarfundi þann 1. september síðastliðinn. Strax var hafist handa við að skerpa á þeim áherslum sem tilgreinda voru og bókun sem fulltrúar meirihlutans lögðu fram á bæjarráðsfundi nr. 1285 veita fögur fyrirheitum framhaldið. Og við munum skrifa undir þetta Baldur, Anna Sigríður og Margrét. Anna var ekki, takk. Jóhann Friðrik, gerðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst nú alveg tilefni til þess að koma hérna upp og ræða ýmislegt sem hefur framfarið í bæjaráði á undanförnu. En það sem kannski stendur upp úr bara þessi velvilji bæjarfulltrúa til þess að vinna saman í ljósi aðstæðna. Ég minnst að kvenkja mér ekki undan því og efast það að nokkuð gerir það í meirihlutanum þó að það komi bókanir eða tillögur sem að verða til þess að skerpa á því sem að framundan hjá okkur. Ég hef nú ekki það mikla ritþörf að ég komi með aðra bókun gegn bókuninni sem að hér kemur fram, allavega ekki bráð, en ég segi það að ég held að sé alveg ástæða til þess að þakka fyrir góðar umræður í bæjaráði og við fögnum því að sjálfsögðu. Það sem aftur á móti liggur fyrir og var rætt hér á síðasta bæjarstjórnarfundi ítarlega, það þessi þörf okkar fyrir viðbrögðum að hálfu ríkisins og við rættum það fram og tilbaka og nú held ég að það sé nú vonandi eitthvað að lifna yfir slíku samtali. Við sjáum það meðal annars frá Vinnumálastofnun en sem oftar þá þurfum við að standa okkur og hafa svolítið frumkvæðið að því samtali og ég fagna því líka að í þessari umræðu í bæjaráði kemur fram að það liggur fyrir að fari verði í frekara og kannski ég leyfi mér að segja dýpra samtal við atvinnulífið hvað við getum gert til viðbragða á þessari stundu. Einnig hefur það verið rætt hér og einnig í bæjaráði með opnum huga að fari verði í einhvers konar sértækar aðgerðir hér á svæðinu. Aftur á móti bólar ekkert á því ennþá á hálfu ríkisvaldsins en það mun ekki standa á Reykjanesbæ í þeirri vegferð og ef að marka má þau samtöl sem ég hef átt við fólk hér í atvinnulífinu þá held ég að allir munu leggjast á eitt svo að við getum skapað hér störf sem að mikilvægt að halda inn í nýtt ár því að COVID-draugurinn enn að elta okkur og við þurfum að reyna að halda fólki í virkni. Þannig að ég fagna umræðinni. Fleiri sem að vilja taka til máls, Margrét Sandís Geirsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Ég kem hérna undir fundi bæjarráðs númer 1285 og það 10. mál sem að svohljóðandi að þetta verkefnastjórn Stapaskóla fundagerð sem verið að fjalla og það var lagt fram minnisblað breytingar og stöðu á framkvæmdum í Stapaskóla. Og stóra málið þarna íþróttamannvirkin við skólan, við þetta skólahúsnæði, það íþróttasalurinn og sundlaugin. Og í upphafi var hugmyndin að vera með löglegan völl, íþróttavöll og sem verður auðvitað líka kennslusalur fyrir ykkur sem að hlusta. En áhorfendasvæði myndu þá vera meira bara eins og svalir og þetta tíðkast í mörgum íþróttahúsum en þetta tekur ekki marga áhorfendur. Og sundlaugin átti að vera 16 og 2,3 metrar. Umræðan núna hvað skal gera og við vitum að Njarðvík sérstaklega hefur verið í umræðu bæði í Njarðvík og Keflavík að körfuknattleikshús eða húsið eða ljónagrifan, ekki að segja bara eins og hún kölluð, séu lítil og ólögleg og þurfi að stækka og þá hafa einmitt komið umræða það hvort að það eigi að gera þá algjörlega tilbúin eða fullkomin völl við Stapaskóla og það yrði þá heimavöllur Njarðvíkinga. Fyrir okkur þá horfir þetta þannig við að við erum í raunin með þrjá möguleika. Hvernig erum við að hugsa að hafa þessi íþróttamannvirki
við Stapaskóla. Ég kalli þetta íþróttamangi, þetta íþróttasalurinn og svo sundlaugin. Það í fyrsta lagi að vera með fullbúið og fullkomna aðstöðu, eins og maður kallar hana, með löglegum velli og áhörundapöllum og öðru, íþróttasalurinn, og það sem myndi rúma 1200 manns. Það þarf að fjölga klefum og eitthvað svoleiðis og það hugmyndir upp það. Og eins að sundlaugin yrði stærri heldur en 16 2/3. Og einhverja lagfæringur gerða því. Síðan þessi tillaga sem búin að vera í rauninni að ég sé það að þetta sé, eða horfi til þess að hún svona mótuðust, þessi tillaga sem uppi núna en vilja skoða betur. Það það sem ég rætti áðan. Og svo í þriðja lagi að vera bara hreinlega með kennslusal, ekkert lítinn sal, það hægt að æfa þar ýmsar íþróttir, ekkert ósvipað íþróttasal við Akursskóla og jafnvel vera með minni sundlaug. Vera þá með 12,5 meter sem svona fullkomin kennslusundlaug. Þetta það sem að ástæðan fyrir að við erum að nefna þetta núna að þetta risaframkvæmd. Þetta framkvæmd sem að kostar 1-2 milljarða eftir hvað farið í. Já, gæti orðið jafnvel minna en 1 milljarður ef að farið í minnstu salin og minnstu laugina. Og hins vegar, hvað eru Njarðvíkingarnir að hugsa, þá eða ungmennafélag Njarðvíkur í heild sinni, hver þeirra vilji og annarra hagaðilega. Og þetta bara dálítið töff og erfitt. Og erfið ákvörðun sem að þarf virkilega að leggja tíma í að skoða. Og ég hef svona áhyggjur af því að skólinn nokkurn veginn tilbúin, ekki alveg, en það 2. og 3. áfangi eftir og 2. áfangi með þessum íþróttamannvirkjum. Og það í rauninni þannig að fljótlega ætti að byrja á þessum öðrum áfanga, en ég hef áhyggjur af því að hans bara hreinlega ekki tilbúin, þannig að það ekki búið að vinna þá vinnu sem þarf að vinna, hún þarf að vera miklu betri, meiri og það þarf að fá fleira borðinu. Og þess vegna langar okkur, eða viljum við, leggja fram bókun þar sem við leggjum áherslu á hvað við erum að hugsa í þessu máli og við erum ekki að taka afstöðu til eins eða neins af þessum kostum sem ég nefndi hér áðan. En þetta sem sagt bókun, þetta bæjarráð 1200, málnúmer 1285, bæjarráðnúmer 1285 fyrirgefiði, málnúmer 10. Og bókunin hljóðar svo að bæjarfulltrúar í Reykjanesbæ, ekki allir bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, leggja áherslu á mikilvægi þess að vanda sér til verka þegar ákvörðun stærð og skipulag íþróttasalar og sundlaugar við Stapaskóla verður tekin. Gera þarf kostnaðargreiningu á þeim möguleikum sem og vanda þarf hönnun þannig að aðstaðan nýtist sem best. Vinna þar með hagsmunaaðilum svo sem stjórnum íþróttafélagi Njarðvík, fagráðum og öðrum hagaðilum varðandi þá möguleika sem uppi Samstaða þarf að ríkja þá ákvörðun sem tekin Og undir þetta skrifa eða rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, Margrét Sandnes, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jónasdóttir. Ég vil aðeins ítreka að bæta við hérna að umræða hefur verið að Njarðvíkingarnir hafi aðstöðu við knattspyrnuvöll Njarðvíkur við afreksbraut og háværar raddir það líka og skipta skoðanir samt það og við höfum rætt í fjárhagsrammanum eða ekkert hugmynd, það vilji til þess að hefja hönnunarvinnu á þeim íþróttasal og því íþróttamannvirki sem á að rísa þar, svo það sé tekið fram. En ég óska þetta verið bók og hef þegar sendir bókanir Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta, Margrét. Mér langar aðeins að líka að fjalla þessi tvö atriði sem hér hafa verið nefnd eða annars vegar tómstundaaðstöðuna við Fjölbrautaskólann og síðan fyrirhuguð
íþróttamannvirki við Stapaskóla. Ég fagna því að við séum komin á þann stað að vera að byggja upp tómstundaaðstöðu fyrir nemendur í fjölbrautaskólanum. Þetta er búið að taka mörg ár og við sveitafélögin á Suðurnesjum eru löngu búin að samþykkja sitt framlag til þessa verkefnis, en það er búið að standa á ríkinu og svo þegar ríkið samþykkti þetta þá datt einhverjum embættismanni í það í huga að stinga þeirri samþykktunni í skúfu, þannig að það gerðist ekki neitt. Loksins þegar að við síðan fáum samþykki fyrir því að fara í verkefnið, þá er annað veruleiki og tölurnar bara hærri, en þeim verður ekki breytt og það er bara svo þannig, við vorum ekki búin að gera ráð fyrir þessu fjárhagsáætlun, þannig að við erum núna að samþykkja viðauka til þess að fara í þessa framkvæmd og eiga fyrir þessu eða tilkynna eftirlitsnefndinni það að þetta sé verkefni á dagskrá, þannig að og vonandi og verður þetta unnið fljótt og vel og þessi aðstaða muni nýtast þá nemendum fjölbrautaskólans til langrar framtíðar. Varðandi það sem að, þetta eru bæði held í máli í fundargerðinni 1285, varðandi íþróttamannvirkin í Stapaskóla, þá er nú staðan þannig að við erum mjög stutt komin og ég bara tek undir það sem að bæjarfulltrúinn Margrét nefndi hér áðan. Við þurfum að vanda til verka og við þurfum að skoða alla möguleika í því. Það sem að vakir fyrir mér þegar ég velti þessu máli fyrir mér er spurning íþróttaaðstöðu til framtíðar. Hvort sem að það verða höfuðstöðvar Njarðvíkur eins og Margrét nefndi hér. Það er ekkert búið að ákveða það, allavega ekki í mínum huga. En við erum þarna komið með hverfi sem að telur 3900 manns og við erum að fara að byggja nýtt hverfi þar fyrir innan sem að mun kannski telja 2000 manns. Þá getum við verið að koma með 7000 íbúa í innra hverfinu, svo til viðbótar við þá sem að munu eiga heima upp í Ásbrú. Þannig að byggðin okkar er að vaksa meira þarna megin heldur en í gömlu hverfunum í Keflavík og ytri Njarðvík. Og þá spyr maður hvar er þörfin mest fyrir góða aðstöðu. Og ég held að við þurfum að horfa til þess að ef við erum með þetta stórt og mikið hverfi, að við þurfum kannski að byggja aðstöðu í samræmi við það sem að verður þá nýtanleg til framtíðar hver svo sem nýtir hana. Hvort sem það verða höfuðstöðvar Njarðvíkur eða hvað þetta verður í framhaldinu. Við þurfum auðvitað með væntanlega og 25 manna sveitafélagi í framhaldinu að vera með góða keppnisaðstöðu. Þannig að ég vil ekki skjóta það út af borðinu að skoða þann möguleika að fara í dýra leið í uppbyggingu íþróttahús í Stapaskóla heldur en að gera þessa ódýru leið sem að því að við vorum farin að súpa kveljur þegar við vorum farin að reikna okkur upp í 5 milljarða á sinni tíma. Það væri nú alveg hrikalega dýr framkvæmd, en það er þetta auðvitað glæsileg bygging og mun standa og vera okkur til sóma næstu áratugi. Og ég held að við, eins og Margrét nefndi hér, við höfum að vanda til þess hvernig við ætlum að byggja áfanga 2. Við getum auðvitað lagt aðeins meiri í hann og beðið aðeins lengur með áfanga 3. En þetta er bara vinna sem við erum ekkert farin í þó að sé búið að kynna einhverja hugmyndir fyrir okkur inn í bæjaráði, þá á þetta til að fara meðal annars til fræðslustjóra á skólayfirvalda og skoða þetta í samráði og í samstarfi við alla hlut að eigandi aðila sem að geta verið ýmsir. Ekki bara íþróttafélög, geta líka verið íbúar í hverfinu. Og það ég velti fyrir mér af hverju þurfa alltaf börn í íþrótta inn í innra hverfinu að taka rútu niður í Krossmó eða inn á Sunnubraut. Þau ekki geta farið bara á íþróttaæfingar inn í innra hverfi og jafnvel keftar. Þannig þetta eru bara spurningar sem að
Við þurfum að setja niður fyrir okkur og reyna svo að leita svara við þeim. Hver svörin verða veit ég ekki núna en vonandi og væntanlega náum við einhverju samkomulagi það. Ég held að við megum ekki fara þannig í að verði einhver breyting á þessu, þá séum við eitthvað að setja Njarðvíkingum einhverja skilmála. Það er enginn að setja Njarðvíkingum neina skilmála. Við erum núna bara að hugsa uppbyggingu íþróttamannvirkja sem að verða nýtt samfélaginu til góða til framtíðar. Og það er kannski tilgangurinn með þessari hugsun, hvort að við eigum ekki aðeins að eyða meira í þetta sem við erum þó núna að eyða 5 milljörðum í og bæta aðstöðuna þannig hún nýtist betur til langar framtíðar. En bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til þess að ræða hérna 2 mál. Hið fyrra er fundur sem við áttum með, þetta er í rauninni sama máli, það er að segja erfið staða í atvinnumálum á Suðurnesjum. En fyrir hlutin snýr að fundi sem við áttum við bæjarstjórar á Suðurnesjum og framkvæmdastjóri Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum með ráðherranefndu ríkisfjármál síðastliðinn 50 þar sem að ég er svo sem búinn að senda ykkur svona einhverja punkta en mér finnst enga síður ágætt að nota tækifæri fyrst að vera hér og fara aðeins yfir þetta. Við lögðum þar fram minnisblað þar sem að fyrst var farið yfir stöðu mála, það er að segja þróunin á okkar svæði sem að íbúaþróun sem að við vitum öll að hefur verið gríðarlega hröð og mikil undanfarin ár og sem dæmi að þá fjölgaði íbúum hér á svæðinu á Suðurnesjum 31% rúm á árunum 2013 til 2020 á meðan að íbúum eða landsmönnum fjölgaði 13%. Og þetta svo sem var tilefni meðal annars þingsályktunar og síðan nefndarstarfs sem að fór fram í síðastliðinn vetur. Það er að segja gríðarleg fjölgun íbúa og í raun skilgreint sem vaxtarsvæði þó svo að nefndin hafi síðan á leiðinni þurft að skipta þessum gír og fókus og fara að horfa á erfiða stöðu í atvinnumálum meðal annars hér og samdrátt. Þegar við vorum búin að ræða íbúafjöldan þá fórum við yfir atvinnulaustölur á svæðinu eins og þær blöstu við okkur þá. Og þá kemur í ljós að í ágúst það eru að atvinnuleysi hér í Reykjanesbæ var 19,6%, samtals var þetta 17,4% á Suðurnesjum en aðeins misjafnt á milli sveitarfélaga, 19,6% í ágúst og stefnir í 19,8% í september, 9,4% í Grindavík, 13,2% í Vogum og 14,7% í Suðurnesjabæ. Við fórum yfir þetta með ráðherrunum og það var bara að mörgu leyti gagnlegt líka að taka umræðina og samtalið við þau. Nú þá gerðum við svo sem grein fyrir stöðunni sem að þeir og þau náttúrulega vita, það eru mikilvægi flugvallarins og ferðarþjónustu og samgangna á okkar svæði. En í þeim gögnum sem við lögðum fyrir þau, það kemur fram að hlutfall ferðarþjónustu, verslun, veitingar og samgöngur eru núna 43% á okkar svæði. Og það munar minna þegar að síðan flugvöllurinn lokar og stöðvast. Og þá verður atvinnu ástandir erfitt eins og þið vitið. Og að lokum rættum við menntunarmál og menntunarstig en það hefur löngu verið vitað og þekkt staða að menntunarstig hér á okkar svæði er lægra heldur en gengur og gerist og mikilvægt að það verður áfram unnið í að bæta og hækka það. Nú þá, eftir þessa punkta sem að við áttum bara mjög fína umræðu, þau voru mætt 2 forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir og ráðherra sveitarstjórnarmál og samgönguráðherra Sigurður Ingi Jónsson. Fjármálaráðherra var fjarverandi, var upptekinn í öðru. En við ræddum síðan tillögur af verkefnum, það var beðið það og ég ætla bara rétt með leyfi forseta að skauta í gegnum það sem við nefndum við þau og ég gerum fyllilega grein fyrir því að
á þessum lista kunna síðan bæjarfulltrúar og örugglega fleiri hafa einhverja skoðun. Akkur þetta er ekki hitt, akkur töluðu ekki eitthvað annað. En fyrst ræddum við mikið tekjutap hjá sveitarfélögunum, ekki bara á Suðurnesjum heldur almennt. Og sama tíma og það mikil krafa meiri þjónustu og aukna þjónustu og ljóst að það verður erfitt að koma fjárhagsáætlunum saman. Og við vorum að kalla eftir stuðningi frá ríkisvaldinu, sérstaklega hvað varðar félagsþjónustuna og fengum ágætt samtöl þessa punkta. Síðan ræddum við þessar hugmyndir skipaklasa í Njarðvíkurhöfn og fundum þar að báðir ráðherrarnir voru bara vel inn í málum og fengum fínar undirtektir í því hjá þessum tveimur. Við ræddum mikilvægi nýsköpunar en það náttúrulega eins og hér hefur komið fram úr þessum ræðustól áður að vegna kannski mikilvægis eða hversu stór flugvöllurinn og við höfum alltaf búið við það hér í áratugi að vera með svona einsleita stóra vinnustæði, varnarliðið, áður sjávarútveg, núna flugstöðina, að þá kannski ekki mikil menning fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarfi hér. Hún til vissulega, ég vil ekki gera lítið úr því, en við getum gert betur. Og þá að styðja við rekstur frumkvöðlaseturs líka mikilvægt. Við ræddum uppbyggingu heilbrigðisstofnunar Suðurnesja og þar kom fram að það verið að vinna að því að auka fjárveitingar til heilbrigðisstofnunar til endurbóta á húsnæði og við ræddum líka mikilvægi að veri farið í að undirbúa byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar í Reykjanesbæ og það mátti skilja ráðherrana svo að það mál væri þegar í skoðun. Þá ræddum við mikilvæg þess að styðja við menntun á Suðurnesjum og nefndum alla skólana, fyrst tækniskóla Íslands í Grindavík, Keili, miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, Fjölbrautaskóla Suðurnesja og þekkingasetrið í Sandgerði og forsætisráðherra sem var eins og þið vitið einu sinni menntamálaráðherra hafði sérstakan áhuga eða sýndi mikinn áhuga þessu umræðuefni. Þá ræddum við sjóvarnir í landi Grindavíkur en í aftakaveðri í febrúar 2020 þá urðu þar mikla skemmdir og beinlínis hættulegar, það þurfti að tæma hús og færa til íbúa vegna þess að sjóvarnir gáfu sig. Sjávarstaða almennt hækkandi. Við nefndum líka skemmdir og sjóvörðum í Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ og Vogum sem mikilvægt að laga og verið að laga sums staðar, en einnig óskuðum við mjög skýrt og skilmerkilegt í því að það farið bara í það að gera úttekt á Suðurnesjum með tilliti til sjóvarna. Því að sjávarstaða fer hækkandi og þetta ástand sem á líklega bara eftir að versna. Og það að segja ef ekkert gerist. Við ræddum Suðurstrandaveg norðan byggðar í Grindavík, þá eftir að klára Suðurstrandaveginn og hugmyndir þeirra að vegurinn þegar hann verður kláraður norður fyrir bæinn að þá verða gengið frá hann þannig að hann myndi einnig einhvers konar skjólgarð fyrir mögulegt hraunrennsli sem eins og þið vitið hafa verið þarna mikla jarðhræringar undanfarið misseri og ef að uppkæmi eldgos, hraungos þarna fyrir norðan bæinn að þá ekki víst að líði langur tíma þar til hraunir rennur inn í þorpið eða inn í sveitarfélagið og Suðurstrandavegur sem kemur þarna norður fyrir, hann gæti tafið fyrir slíku og myndað svona einhvern garð og þeir eru búin að Grindvíkingar að skoða þetta vel og við kynntum þessar hugmyndir og þá, þetta alveg verið að búið, þá vil ég nefna punkt sem við ræddum líka sem sá að aðalskipulag Keflavíkurflugvallar hefur ekki ennþá verið afgreitt og samþykkt þannig að Suðurnesjabær getur ekki gengið frá sínu aðalskipulagi af því að skipulagssvæðin mætast. Þetta kom samgönguráðherra á óvart, hann taldi þetta mál löngu afgreitt í ráðuneytinu og ætlaði að fara með það beint og kanna hverju sætti. Við ræddum þörfina fyrir að efla almenna löggæslu á svæðinu en eins og við vitum þá hefur áherslan mest verið á löggæslu í flugstöðinu undanfarin ár og kannski minna verið gert í að fjölga lögreglumönnum
í sveitafélögunum og í þessum almennu löggæslustörfum, en það hefur nú oft verið þörf fyrir slíkt en ekki minna núna miðað við þær fréttir sem við fáum af heimilisofbeldi og ýmsu slíku leiðindar ástandi, ekki bara hér á Suðurnesjum heldur víða land. Og þá að lokum ræddum við Suðurnesjalínu 2 og þá stöðu sem uppi þar og Vogar hafa nú kannski leitt hennan vagn verið í forystu okkar í tí, en það kannski mestu vandkvæðin á línulögninni og línuleiðinni innan sveitarfélagamarka Voga. Við ræddum þetta heilmikið og ráðherrarnir ætluðu að taka þetta mál og kanna hjá sér í sínu baklandi hvað væri til ráða í að höggva þennan hnút. En eins og þið vitið, ágætu bæjarfulltrúar, að þá telur Landsnet sig ekki geta farið aðra leið en að leggja loftlínur þar sem að þeim uppálagt í áætlunum samþykktum Alþingi og ríkinu að gera það. En sveitarfélagið Vogar og við styðjum það og öllu leyti að lína verða hluta til lögð í jörð á viðkvæmustu svæðum. Og á þessu þurfum við að finna leiðir því að sú staða gæti komið upp, ég er ekki að segja að það gerist, en sú staða gæti komið upp og það var rætt að ef Landsnet sækjur framkvæmda leyfi hjá sveitarfélaginu Vogum til dæmis, að umsókninni verði hafnað. Og það náttúrulega það versta sem gæti gerst, því að þá eru máli bara í pattstöðu algeri. Nú þá langar mig með leyfi forseta kannski framhaldi þess að segja ykkur lítilega frá þessum fundi sem var nefndur þarna í síðasta bæjarráði sem ég misti af, en hann sem sagt þannig til kominn að í samtölum mínum við sveitarfélögin, við stéttarfélögin, við atvinnurekendur og fleiri undanfarna daga, þá hef ég skynjað svona þörf fyrir og margir að velta fyrir sér, þú veist, þurfum við ekki að ræða þetta eitthvað opinberlega, það er ekki að halda íbúafund og við erum að hugsa að gera þetta svona og aðrir að gera þetta hins einn, og það var því úr að við ákváðum að leggja til bara að allir þessir aðilar myndu sameinast eitt fund og það sá fundur sem að nú verið að ákveða. Það mjög stuttur fyrirvari á fundabóðinu og við erum bara að gera þetta núna, vorum að setja auglýsingar og tilkynningar frá okkur núna bara rétt fyrir bæjarstjórnarfund. Og fundur fer fram hér í Stapa í þessu húsi á 50. klukkan 17. Húsið tekur 300 manns 200, í 2 sóttvarnarhólfum, 200 manns hér á jarðhæð og 100 manns hér upp á annar hæð, og þessir hópar þurfa ekki og eiga ekki og mega ekki blandast. Það sikkur salernin og það búið að hugsa þetta allt saman út. En hann verður einnig á streymi á Facebook síðan sveitarfélagana og á heimasíðu Víkurfrétta www.ff.is, og þar geta bæjarbúar og aðrir fylgst með. Og síðan að loknum framsöguerindum sem að verða 4, það er að segja að hálfu Vinnumálastofnunar, af hálfu stéttarfélagana, af hálfu atvinnurekenda og af hálfu sveitarfélagana. Berglind Kristinsdóttir mun tala, framkvæmdastjóri sambandsins mun tala fyrir hönd sveitarfélagana með stutt innlegg. Markmiðið að senda út þau skilaboð að við erum í þessu öll saman, þetta flókin staða, þetta engum einum að kenna, þetta í raun náttúruhamfarir sem við erum að glíma við, og að sveitarfélögin og allir þessir aðilar eru til staða fyrir íbúana. Við vonum að þetta tímabil verði ekki langvinnt, en erum viðbúin því að það verði djúpt. Þetta verði mjög erfiður vetur og við þurfum að mæta því með einhverjum ráðum. Og núna síðast bara rétt á henni kom hérna inn á þennan fund og þá vorum við að ræða saman það að frumkvæði Vinnumálastofnunar hvort að við ættum að skrifa undir viljayfirlýsingu á fundunum sem að ég mun senda ykkur þegar við höfum svona klárað þá, eða þessi alveg búin að ná samkomulagi orðalag, þar sem að við sem sagt ætlum að taka höndum saman að fjölga störfum í vetur með góðri aðstoð og styrk Vinnumálastofnunar og ríkisins. Og þá aðalega í því formi að við getum
vinnuveitundur, hvort sem það eru opinberir aðilar eða einkaaðilar, geta fengið atvinnuleysisbætur sem annars rynnu til einstaklinga, fengið það sem framlag upp í laun. Og við erum að skoða þetta núna. Síðan verður opnað fyrir fyrirspurnir. Róbert Ragnarsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Vogum og Grindavík og nú ráðgjafi, verður fundarstjóri á fundunum og hann mun kalla eftir tillögum og spurningum frá íbúum í gegnum app í síma, þannig að það verður ekki svona spurningar úr salin sem maður kannski átti að venjast hér áður. Heldur munu þessar fyrirspurnir og tillögur bara koma á skjáinn jafnóðum og Róbert svo stýra því hvert og hvernig hann beinir þeim spurningum. Og síðan í lok fundar þá mun Dr. Árelía Eydís Guðmundsdóttir sem er Keflvíkingur í húð og hár, hún mun flytja svona hvatningarpistil hvað er hægt að gera og hvað hún telur að væri gott að hafa í huga í aðstæðum sem þessari. Þannig að það er margt á döfinni. Við erum búumst við erfiðum vetri og erum að reyna að búa okkur og okkar íbúa undir það og vonandi fáum við ráðherra og ríkisstjórn með okkur í þessa vegferð því að hún er stór og enn mikilvæg. Takk. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, gestir. Það var fín yfirferð hjá bæjarstjóra. Kemur inn á mörg mál og það sem ég ætla aðeins að velta upp hérna. Ég bara aðeins hugsi hérna á síðasta kaflanum. Þetta er alltaf ekki beint á dagskrá en snertir þessi atvinnumál og Suðurnesjalínu 2. Þetta er náttúrulega alveg svakalega eldfimt mál, hvernig sem á það er litið og búið að taka mjög langan tíma. Og þetta hljómaði dálítið eins og að við þurfum að taka afstöðu með sveitarfélagi eða stofnun. Þetta er náttúrulega, mér finnst þetta nánast óásættanleg staða. Að við okkur sé svona stilt nánast upp við vegg. Viljiði halda friðinn í sveitarstjórnarmálunum og setja ykkur upp á móti Landsneti sem stofnun eða viljiði standa með stofnunni. Mér finnst þetta mjög óþægileg staða. Það er búið að skoða þetta frá mörgum hliðum og síðasta sem við fengum fréttir af væri að það væri svona óvarlegt miðað við þær jarðhræringar sem eru á skaganum að setja línuna í jörð. Þannig að einhvern veginn hélt ég að þarna væri komið frekar röksemdafærsla fyrir því að styðja við það sem Landsnet er að leggja á borðið, gera þetta á hagkvæmasta háttinn og þetta sé loftlína að mestu leyti. Ég hef alveg reynt að setja mig inn í þetta mál á alla kanta. En þetta er eins og þetta er lagt upp, eins og Kjartan kynnti það, þá hljómar þetta nánast eins og sveitarfélagi Vogar sé með Suðurnesjalínu 2 bara í gíslingu. Hugsanlega er ég að móðga einhvern eða rugga bátnum eða skemma máli allt saman eitthvað. Mér finnst þetta bara því miður óásættanlegt. Ég veit að við getum talað þetta alveg fram eftir kvöldi en ég bara varð vegna þess að þetta er svo stórt mál, þetta er búið að taka svo langan tíma og við erum ennþá að horfa upp á það að þetta gæti tafist
mörg ár ennþá. Ég er bara lokið máli mínu. Friðjón Einarsson. Forseti, bæjarfulltrúar, langar aðeins að taka þátt í þessu. Takka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð, segja okkur frá það sem er að gerast síðustu daga og sérstaklega við sambandi hvað var að viðræði við ríkið. Ég ætla nú að taka undir allt hérna sem hér hefur verið sagt að mestu leyti. Það var samþykkt í góðri stefnumótunarvinnu sem unnin var undir forystu IT-ráðs og íþróttafulltrúa Hafþórs, stefnumótun í íþróttamannvirkjum, og það er rétt sem hér hefur komið fram að á næsta ári á að fara í deiliskipulagsvinnu á svæðinu við Árnesbrautina, og það voru gaman að sjá hvernig það kemur út. Það var líka ljóst að íþróttahús sem er byggt þar yrði í tengslum við nýjan skóla sem það er hægt að koma, en meðal annars vegna þess að óvissa er þörf þess að hafa skólan á þessum stað. Það er smá óvissa það með við þróun byggðar og hvort að nýji skólinn myndi hugsanlega verða upp á Ásbrú. Þetta er svona vangaveltur sem hafa verið í gangi síðustu kannski dagana og vikurnar, og þess vegna hefur þessi hugmynd komið upp til að stytta bið meðal annars Njarðvíkinga fyrir stóru íþróttahúsi að breyta húsinu við Stapaskóla. Það mál er í góðum farvegi og vonandi á næstu vikum kemur niðurstaða í það mál, og ég held að það væri til mikillar lukku að stórt glæsilegt íþróttahús rísi í einu stærsta hverfi Reykjanesbæjar í dag. Svona til athugunar þá er þetta hverfi orðið stærra heldur en Grindavík eða Garður Sandgerði. Svoleiðis er það. En við eftir að koma betur að því hérna síðar, en það er samstarf, verður gott samstarf við alla aðila það. Aðeins varðandi Landsnet, þá átti ég fund með Þórdísi iðnaðarráðherra nýverið, þar sem þessi mál voru rædd fram og tilbaka, og þá var það alveg skýr skilaboð til ráðherra að Reykjanesbær stæði ekki vegi fyrir því í þeirri lausn sem myndi auðvelda framgang málsins. Það er alveg skýr skilaboð frá okkur, en við gerum okkur aftur á móti grein fyrir því, sem og allir aðrir sem fjallum þetta mál, að vandamálið í þessu eru vogarnir, þar sem línan fer í gegn. Þar eru bæði landeigendur sem vilja fá línunni í jörð og vilja ekki línunni í jörð og hafa hana á lofti eða enga línu. Og það sem skilaboðin sem frá okkur til ráðherra, og það held ég það sem Kjartan var að segja, er að leysið vandamálin í Vogum, og þá er þetta ekki vandamál hjá okkur. Við erum ekki að taka afstöðu gegn Landsneti á neinn hátt sem stofnun, en við erum bara með mjög skýr skilaboð að við þurfum að fá þessa línu, og við erum til í að skoða alla kosti sem upp á borðin eru. Það er nú eiginlega skilaboðin okkar. Og mér fannst Þórdís taka þessu mjög vel, og ég var mjög vongóður í þeirra á miðju sumri eða í júlímánuði þegar þessi fundur var. Þá var ég mjög vongóður það að það fyndist lausn sem myndi sætta öll sjónarmið í Vogunum. En Landsnet aftur á móti eru með fastir á því að það er í lögum að þeir þurfa að velja ódýrstu kostin, og það er lína alla leið. Og ef það verður niðurstaðan í þessu máli, þá munu allir landeigendur kæra. Og við höfum verið að reyna að liðka fyrir þessu, að finna einhverja blöndu af þessu, og ég held að það væri kannski einhver möguleg leið þar, en þá þarf að gera breytingu á lögum hjá gagnvart Landsneti, og þar er kannski máli statt. Það þarf að breyta lögum svo að Landsnet geti samþykkt aðra leið eða aðeins öðruvísi leið. Það er ekki fleiri sem að beðið orðið undir þessum lið. Jóhann Friðrik Gjerdsvöld.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fá að koma inn á nokkra punkta sem að snerta fundargerð 1285 og einnig aðeins þá þætti sem hér hafa verið reifaðir í pontu. Það gefur alveg auga leið að það er okkar hlutverk að reyna að búa íþróttaaðstöðu hér á svæðinu búinni þannig umgjörð að hún nýti sem flestum bæjarbúum, og það var farið í alveg gríðarlega góða og ég held markvissa vinnu uppbyggingu íþróttamannvirkja í sveitarfélaginu sem er samþykkt hér af bæjarstjórn. Hún sneri að stórum hluta uppbyggingu á svokallaðri afreksbraut þar sem að mikið af okkar íþróttamannvirkjum eru til staðar nú þegar og samnýtingu þeirra, og einnig höfum við horft til þess að reyna að nýta aðstöðuna þannig að hún nýtist þeim skólum sem að verða byggðir hér á næstu árum í ört vaxandi samfélagi. Hún á ekki aðeins við eitt íþróttafélag eða tvö, heldur íþróttastarfsemi í heild sinni í sveitarfélaginu. Ég tekið undir með Margréti Sanders að sjálfsögðu þurfa að vinda okkur í það að hefjast handa við þessa uppbyggingu, en okkur er þröngt stakkur sniðinn þessa dagana í ljósi COVID og því mikilvægt að skoða allar hugmyndir gaumgæfilega, og sjálfsögðu verður unnið markvisst að því að greina þá kosti, og það hefur ekki farið af stað með neitt hjá sveitarfélaginu nema fyrir liggi kostnaðaráætlun og ekki síst upplýsingar nýtingu þeirra mannvirkja sem verður farið í að byggja. Þessi vinna er bara í gangi og það er ekkert komið að neittni ákvörðunartöku þar, og eins og bæjarfulltrúi Friðjón Einarsson nefndi er mikilvægt að eiga í góðu samtali við alla hagsmunaaðila það. En okkar aðeins að nefna hér starf með styrk sem að snýst það að við reynum í samstarfi við ríkisvaldið að skapa hér störf á svæðinu með þátttöku þeirra aðila sem þó hafa bolmagn til þess að ráða inn fólk í verkefni, og ég veit að þessi hugmynd hefur verið reifuð hjá aðilum vinnumarkaðarins, bæði ASÍ og samtök atvinnulífsins hafa sýnt því áhuga líka, en þó svo að þetta sé kannski frekar einfalt og snýr að stórum hluta að breyta reglugerðum sem að lúta að atvinnulífsbótum, þá þurfum við samt sem áður að vanda okkur í þessari vinnu, vegna þess að ef að ekki er búið þannig hnútana getur það boðið upp á ákveðin félagsleg undirboð, þar sem að við vitum að allir eru ekki endilega í sama bátinum þegar kemur að því að ráða fólk, og við höfum séð það ekki einhvern tíðina, ef að ekki er vel bundið hnútana þá gæti komið til einhvers konar misnotkunar á slíku úrræði sem fælist þá í því að fyrirtæki myndu segja upp starfsfólki og gera tilraun til þess að ráða það inn á lægri launum. Þess vegna vill ég vekja athygli á því að hugmyndin gengur út á það að bæturnar komi upp á móti samningsbundnum launum. Og því miður er það þannig að í úttekt Gallup eða skoðanakönnun Gallup kom fram að það var ekki nema 6% af fyrirtækjum á almennum markaði sem sáu fyrir sér að ráða inn fólk á næstu mánuðum. Þannig ég held að þarna séum við fyrst og fremst að tala stærri opinbera aðila og í einhverjum tilfellum fyrirtæki sem eru að hluta til eða jafnvel að öllu leyti í eigu ríkisins, og svo stöndu eru fyrirtæki sem standa vel. Því legg ég áherslu á það að ef af þessu verður þá sé búið að vinna þá undirvinnu sem að þarf til þess að setja slík umbótaverkefni í gang sem fyrst. Og ég er alveg sannfærður það að slíkir aðilar eiga slík verkefni til sem ekki hefur verið hægt að fara í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér staði hér á undanförnum árum.
ef að það næst samhljómur þetta sem ég er að vonast til og ég heyrði á félagsmálaráðherra sem kom hér í heimsókn að eigin frumkvæði fyrir skömmu síðan, þá til mikils að vinna. Hvort það verður hægt að skapa hér 20 eða 200 eða 300 störf, veit ég ekki, en það munar minna. Það munar minna á þessum tíma hér á Suðurnesjum. Fréttir í fjölmiðlum í dag gefur til kynna að Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir því að það veri 17,5% atvinnuleysi hér í næsta mánuði. Það mesta í sögunni. Þannig að hér ætla allir að leggjast á árarnar en sigurinn ekki, við erum ekki búin að koma þessi höfn, en ég heyrist á bæjarstjóra að það sé mikill samhljómur og vonandi tekst okkur að gera það á allra næstu dögum. Aðeins varandi Suðurnesjalínu 2 sem hefur nú verið hérna í fanginu og sveitarfélögunum og eftir atvikum stofnunum við ríkisins og auðvitað verið þyrnir í augum ákveðna landeigenda líka langt árabil. Ég sé því miður ekki neina lausn í sjónmáli þar. Þetta löng vegferð og ég held að meiri hlutin í Reykjanesbæ hafi ekki sett neinn stein í götu þessa ferlis á sínu tíma, þó að margir vilji reyna að gera því skóna. Sitt sýnist hverjum hvað sé skynsamlegt í þessum efnum. Sem betur fer, þá fleygir tækninni fram og í dag hægt að setja jarðstrengi í jörðu og þeir tapa mun minna afli heldur en bara var fyrir nokkrum árum síðan. Það eru líka lög í landinu hversu mikið af jarðstrengjum mega leggjast í jörð og svo framvegis, þannig að það taka marga hluti þarna inn í. Ég vona við samt sem áður sjáum að því miður þetta ferli eitthvað sem á eftir að taka mörg ári viðbót. Þannig að þetta mun ekki beint leysa kannski hér einhver skemmri tíma mál, en við þurfum sannlega að halda áfram af þessari vegferð. Nú, að lokum vil ég aðeins minnast á það sem að snýr hér að íþróttafélögunum aftur. Meirihlutin í Reykjanesbæ lagði hér fram fyrir ári síðan hugmyndir að nýjum samstarfssamningi við íþróttafélögin sem hafa styrkt þau til muna. Hækkun hvatagreiðslna hefur líka nýst þeim vel, en við erum bara á þeirri vegferð að reyna að búa til alvöru umgjörð sem verður á pari við það sem við sjáum í nágranna sveitarfélögum. Nú ég ekki að gera lítið úr þeim mannvirkjum sem við höfum nú þegar, þau eru mörg hver ljómandi fín. En það stendur samt sem áður upp úr að við erum til að mynda með íþróttahús sem að títt nefnt kallað Ljónagrifjan, sem bara á undanþágu fyrir keppnisleiki. Og þar erum við sannarlega eftirbátar sveitarfélagana í kringum okkur. Og ástæðan fyrir ég nefni þetta það að sú stefnumörkun sem að hefur farið fram að hálfu sveitarfélagsins í samstarfi við íþróttafélögin, hún mun lengri heldur en bara eitt íþróttahús. Við erum að reyna að horfa til næstu 30 ára uppbyggingu og hún mun kosta verulega fjármuni og það þarf að vanda svo sannlega til verka. Þannig að við eigum að skoða alla kosti að sjálfsögðu, setja ekkert til hliðar, en við munum svo sannlega taka þær ákvarðanir af vel ígrunduðu máli og í samstarfi við hagaðila í íþróttahreyfingunni. Nú held ég að umræðu sé lokið fundargerðir bæjarráðs og þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beinum með geðmerki. Þær eru samþykktar 11.0. Þá komið að fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. september og þar eitt mál á dagskrá sem við þurfum að afgreiða sérstaklega, sem númer 4 og varðar Kópabraut númer 12. Ég ætla að lesa þetta, samþykkt með fyrirvara grenndarkynningu án athugasemda samkvæmt 44. grein skipulagslaga málsgrein 2. Umhverfis- og skipulagsráð heimilar að stytta tímabil grenndarkynningar
Þeir sem hagsmuna eiga að gæta samkvæmt 44. grein skipulagslaga málsgrein 3 hafa lýst skriflega yfir með áritun sinni á kynningagögn áður en 4 vikur eru liðnar að þeir geri ekki athugasemdir við skipulagstillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd. Og mér sýndist nú strax þegar ég fór að skoða þetta væri 2 aðskilin atriði. Annars vegar leyfi heimild til þess að breyta bílageymslu sem að væri verið að senda í grenndarkynningu og síðan hitt að þarna verið að ræða að stytta tímabil grenndarkynningar þegar að og ef íbúar verða eða nágranna verða samþykir þessari breytingu. Þannig að höfðu samráði við bæjarlögmann ger ég það tillögu við greiðum þetta atkvæði í tvennulagi, annars vegar fyrirhlutann og það sem að fjallaður að breyta bílageymslunni og hins vegar að stytta tímabili. En orðulaust þennan leið. Það er enginn sem að kveða sér ljós þennan leið. Þá ætla ég að leyfa mér að bera upp fyrri hlutan sem að óskum að senda þetta í grenndarkynningu. Þeir sem samþykja þann lið, hann samþyktur 11.0 og þá það seinni liðurinn sem að heimild til þess að stytta tímabil grenndarkynningar. Þeir sem eru samþykja því og hann samþyktur 11.0. Og þá vil ég gefa orðið laust fundargerðina að öðru leyti. Það enginn sem kveður sér ljóst fundargerðina. Þeir sem samþykkt geta fundargerð usk eru beðin að gera merki. Hún samþykkt með 11 atkvæðum eða öllum atkvæðum. Þá það fundargerð barnaverndarnefndar frá 31. ágúst. Hún lögð hér fram til umræðu og án sérstakrar afgreiðslu og fyrst hefur beðið orðið Díana Hilmarsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, ég kem hér upp undir fundargerð barnaverndar frá 31. ágúst síðastliðnum, undir lið 9 sem fræðsluáætlun barnaverndar 2018 til 2022. En sú áætlun miðar að því að bjóða reglubundna fræðslu til stofnana og félagasamtaka sem vinna með börnum í Reykjanesbæ. Þar má nefna leikskóla, grunnskóla, íþrótta- og tómstundaúrræði, íþróttamannvirki, 88 húsið, HSS, lögreglan og fleira. Og leggja áherslu á að setja velferð barna í forgrunn í bæjarfélaginu. Ræða fræðslu annað hvert ár og oftar ef óskað eftir því og það mjög mikilvægt að starfsfólk þekki tilkynningaskyldur sínar, vinnulag og stuðningsúrræði barnaverndar. Og undir sama lið fórum við yfir framtíðaráætlun barna í varanlegu fóstri 16 til 18 ára. En það áætlun fyrir ungmenni sem í varanlegu fóstri. Þá verið að fara yfir með þeim hvaða framtíðarsýn viðkomendir með þegar fóstur líkur við 18 ára aldur, stuðningsnet, fósturfjölskyldu og samskipti við hana, húsnæðismál, nám, vinnu, áhugamál, fjármálalæsi og svo framvegis og einnig fræðsla það hvað það þýðir að verða 18 ára lagalega séð. En það margt sem að breytist þegar maður fer úr því að vera barn í það að vera fullorðinn. Og þetta finnst mér vera mjög mikilvæg þáttur í því að fræða og upplýsa þessa einstaklinga stöðuna sína og það sem koma skal, hvað þau sjá fyrir sér og styðja við þau eftir bestu getu í samvinnu við þau. Og svo langar maður aðeins að koma inn á lið 10 sem mælaborð barnaverndar og tölulegar upplýsingar. Á árinu 2020 hefur orðið aukning á tilkynningum varða vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit, áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra. Og frá janúar til júlí á þessu ári þá bárust 119 tilkynningar en á sama tíma í fyrra voru þær 83 og það einnig verið aukning á tilkynningum varða heimilisofbeldi. Frá janúar til júlí á þessu ári bárust 52 tilkynningar en á sama tíma í fyrra voru þær 35. Og fjöldi barna sem tilkynnt vegna hefur líka aukist á milli ára og töluvert fleiri fjöldi mála til vinnslu núna heldur en á sama tíma í fyrra. Og meðaltal fjölda nýra mála í hverju mánuði frá janúar til júlí í fyrra 21 mál, nýtt mál og 23 ný mál á sama tíma á þessu ári. Og meðaltal fjölda barnaverndar mála frá janúar til júlí í fyrra
eru 233 mál og 241 á sama tíma á þessu ári. Og þetta auki álag á starfsmenn barnaverndar sem nú þegar starfa undir mjög miklu álagi og eiga mikið hrós skili fyrir sína vinnu og það kemur enn og aftur fram í álagsmælingum að barnaverndarstarfsmenn eru hér að mælast langt yfir meðaltali og það veldur mér miklum áhyggjum. Takk fyrir. Jasmín að gera svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, góði gestir, nær og fjær. Mér finnst bara svo rétt að koma undir þessum lið þar sem málefni barna eru lögð fram og eru rædd. Ég kom til að vekja athygli á málinu sem eru mín hjartansmál. Þau mál eru málefni barna og barna á flótta sérstaklega. Ég þreytist ekki að ræða þessi mál, hvorki hér né annars staðar. Ég veit að ég er ekki að ræða málefni flóttabarna eða flóttamanna í fyrsta skipti á þessu vettfangi en ég nýt hvert tækifæri, sérstaklega á hinu opinbera sviði, að tala þau mál sem eru mér hjartasmál eins og ég sagði áðan. Þessi mál eru mikilvæg, sérstaklega í ljósi þess að umræðu undanfarna daga þar sem á að vísa 6 manna fjölskyldu, þar af 4 börn úr landi. Það skiptir máli að alls konar skoðanir og sjónarhorn komi fram sem og hugsjónir þegar maður tekur þátt í stjórnmálum. Þessi mál eru mig kær vegna þess að mín reynsla og bakgrunnur kemur frá slíkum aðstæðum. Ég var einu sinni barn á flótta áður en ég kom til Íslands fyrir 25 árum síðan. Ég er akkurat núna með hjartslátt og ég á örugglega eftir að eiga erfitt með að hjá mig án þess að það komi tár og röddi mín fer að skjálfa. Það eru aftur á móti tilfinningar sem ég ræð ekki við þegar þessi mál eru rædd. Eins skal ég líka taka fram og það er að mér finnst alltaf jafn erfitt að þurfa að nefna þetta og troða mín í persónu inn í svona mál. Það getur stuðað fólk, hljóða eins og ég sé uppjá við sjálfa mig. Það er aftur á móti fjarri minni ætlun. Ástæða að ég ræði þessi mál í þessu samhengi er að ég hef bæði persónulega reynslu og þekkingu á því hvað þýðingu hefur fyrir eitt barn að vera á flótta. Ég get sett mig í þessa aðstæðu enda búið við slík í 2 ár sem barn. Ég tel að fólki hefur það möguleika að tengja þessi mál strax við mig persónlega sem gerir þeim kleift að skilja málefni betur en þau þekkja til slíka einstaklinga. Þá er það ekki svo fjarri fólki, heldur er það frekar nálægt fólki. Fólk tengi betur, þannig þá er möguleiki að skilja hvernig er hægt að vera hluti af samfélagi, þrátt fyrir að vera með allt annað menningarbakgrunn, þjóðerni og trú. Ég get verið fordæmi hvernig einn barn sem var á flótta getur fengið tækifæri og nýtt sér það til hins betra. Ég er hér í dag vegna þess að ég fekk tækifæri sem barn, 16 ára gömul, hér á landi. Og ég held að ég get alhæft, að ég hef staðið mig mjög vel og nokkuð vel og verið þessu samfélagi til sóma. Ég þreytist ekki nota mína rödd til þess að hafa áhrif á samfélag sem ég bý í dag, tala fyrir og opna umræðu börn á flótta. Með því að tala og fræða ykkur hér og víðar, mögulega geti breytt skoðun einhvers og komi í skilning hversu mikilvægt það er að gefa börnunum á flótta tækifæri til að vera hér á Íslandi. Þetta eru 70 milljónir manna á flótta í heiminum í dag. Ein fjölskylda frá Egyptalandi með 4 börn flúði hingað til að forðast ofsóknir stjórnvalda í sínu heimalandi. Þau koma alla þessa leið í leit að betra og eðlilega lífi fyrir sig og börnin sín.
Þau skilja allt sem þau þekkja og eru alin upp við heimili, fjölskyldu, vini, eftir í heimalandinu sínu. Þau ákveða að það er örugglega betra líf í köldu landi, langt frá öllu, sem þeim þykir vænt og koma sér fyrir í samfélag með bláókunnu fólki, með enga vini niður fjölskyldu. Ekkert tengslanit, engin tungumálakunnátta og þau bíða ekkert nema óvissa. Óvissa tilveru þeirra og barnanna þeirra. Samt, það er smá von. Von að íslensk stjórnvöld leyfi þeim að vera hér áfram. Þau vona að geta öðlast líf og örugga framtíð. Þessi egypska fjölskylda kemur og býður í rúmlega 2 ár í óvissu til þess að fá tækifæri að vera þegnar þessa ríkis. Þau bíða eftir að geta unnið, borga skatta og skyldur, send börn í skóla og geta keypt í mat fyrir fjölskyldu. Þau bíða eftir að geta byrja eðlilegt líf þar sem við flestir þekkjum. Að eiga þennan hversdagsleika sem við öll hér búum við. Þau þrá ekkert heitara en að eiga líf án ótta og ofsókna. Líf án ofbeldi. Þau bíða eftir því að vera loksins örugg, öðlast tækifæri betri framtíð. Við sem búum hér í lýðræðisríki, þar sem reglur og lög gilda og vitum ekki hvað það er þegar stjórnvöld ofsækja þegna landsins. Íslendingar þekkja ekki tilfinninguna að vera á flótta undan slíku eða flótta almennt. Enda þjóð sem hefur sem betur fer ekki verið í þeim aðstæðum að þurfa að flýja ofsóknir stjórnvalda. Það er gott að geta verið frjáls, gert og sagt það sem okkur dettur í hug án þess að eiga von á fangelsi eða hótun lífslátt. Þrátt fyrir það að við erum mjög lýðræðisleg samfélag, erum við með stjórnvöld sem trekk í trekk sendi börn úr landi. Því Ísland megi ekki gefa fordæmi. Þá er hægt á því að allir 70 milljónir flóttamanna komi hingað í leita betra lífi. En er það þannig? Hér ræðir börn sem hafa dvalið hér í okkar samfélagi, í Reykjanesbæ, í rúmlega 2 ár. Hér ræðir börn sem eru búin að læra tungumálið, eiga vini, ganga í skóla og eru nú þegar stór hluti okkar samfélags. En við erum með stjórnvöld sem ætla láta þessi 4 börn bera ábyrgð á sínum eigin klúðri á meðan þau eru að athuga á hverju börnin hafa ekki farið úr landi þegar þau fengu neitun. Það eru börnin sem eiga að bera ábyrgð á því að stjórnsýsla virkar ekki sem skyldi. Börnin eiga að bera ábyrgð á því að þau vilja ekki fara til Egyptalands þar sem þeirra bíður ótti, lífshætta, ofsóknir. Þar sem þau þurfa að vera á flótta undan stjórnvöldum og þar sem pappa þeirra er hóta lífláti. Hvernig í ósköpunum eiga nokkuð maður vilja fara tilbaka sjálfsviljur í slíka aðstæður. Ef þau vildu fara tilbaka þá hefðu þau ekki flúið land til að byrja með. Ekki sagt. Að setja ábyrgð á þessi börn og fólki í neyð er mér öllu óskiljanlegur. Þegar stjórnvöld klúra málinu, þá á það ekki bitna börnunum. Aldrei er það nokkuð. Við viljum ekki að ákvarðanir stjórnvalda bitna á íslenskum börnum og þar með eiga jafn yfir alla ganga. Ef við sem þegnar þessa lands samþykjum að það þykir eðlilegt að stjórnsýsla virki þannig, þá erum við þá að ná lægstum hæðum réttlætisins og hvaða gildi eru verðmæt í þessu samfélagi. Í stóra samhengi er mikilvægt að muna að börnin hafa dvalið hér allan þennan tíma, mynda tengsl, lært tungumál, eignast vini
og að stjórnsýsla klikkaði að framfylgja málinu eftir það eigi ekki málinu eftir, það eigi ekki að bitna að saklausum börnum. Þau eiga ekki vera send heim vegna þess. Það er rangt. Hvet stjórnvöld að endurskoða ákvörðun og senda ekki Egyptsbörn úr landi, því hér erum við setja fjögra íslenska barna í hættu, líf fjögra íslenska barna í hættu, afsakið. Reynum bjarga þeim orðfáum börnum sem koma hingað af mörgum milljónum sem eru nú þegar að flótta. Orð geta ekki lýst hörmungar, hræðslu og höfnun sem einn barnaflótta upplifir. Þess vegna er svo mikilvægt að vekja athygli á þessu máli. Kærleikur er lykilatriði. Og hér með ætla ég að leggja bókun sem hljóðar svona. Nú liggur fyrir úrskurður að vísa 6 manna egypskis fjölskyldu sem búsett hefur verið í okkar bæjarfélagi 2 ára skeið úr landi. Á þessum tíma hafa börnin aðlagað sig að íslensku samfélagi og hafa stundað nám í Háleitiskóla á Ásbrú. Við viljum með þessari bókun taka undir með skólastjóra Háleitiskóla þegar hann heldur því fram að aðgerðir yfirvalda brjóti á grundvalla mannréttindum barna og að þau eiga að fá að vera áfram á Íslandi og ganga hér í skóla. Við erum sem sveitarfélag að vinna að innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem stendur mjög skýrt að öll börn skuli njóta réttinda sáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ætternis, fötlunar, félagslega stöðu eða annara aðstæða þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. Í sama sáttmála stendur einnig þar sem barn er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir sem varða börn. Reykjanesbær hefur sett sér markmið að vera fjölskylduvænn bær sem þroskar og næri hæfileika alla í gegnum skóla, íþrótta, dómstunda og menningarstarf. Í krafti fjölbreytileikans eru orðin sem skilgreina vel fyrir hvað við viljum standa sem sveitarfélag og þar eru allir velkomnir. Við viljum því skora á stjórnvöld, dómsmálaráðherra sem og barnamálaráðherra og alla þá sem að málinu koma að beita sig fyrir því að umrædda fjölskylda fái að vera hér. Og þetta skrifa undir Jasmína sjálf, Jasmína Væs og Ytsirnats, Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Styrmir Fjallstad og Guðni Birna Guðmundsdóttir. Og ég óska eftir að þetta sé bókað. Takk fyrir þetta, Jasmína. Það er sjálfsög engu fett að bæta. Það er bara aðdáunarvert að skuli finnast fólk sem er tilbúið til að standa upp til að verja þá sem að minna mega sín. Og mér langar að, ef ég væri með hatt núna, þá myndi ég taka hattinn ofan fyrir skólastjóra Háleitiskóla sem að hefur risið upp gegn þessari óráðsíu sem að núna er eiga sér stað. Við erum með bekk af litlum börnum og á morgun vantar einstaklinga í hópinn af því að það er búið að færa þá til. Þeir geta alveg verið dánir. Þannig að ég get ekki skilið svona. Ég bara því miður er bara þannig innritaður ég á erfitt með að ná utan svona laga. En orðið laust fundargerð barnaverndarnefndar. Það er ekki fleiri sem að ætla að tjá sig fundargerð barnaverndarnefndar.
Baldur Guðmundsson, gerðu svo vel. Þorsteinn, takk fyrir að leyfa mér að bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er fín ræða, tilfinningarík og málstæðurinn verður auðvitað eigum ekki að misbjóða börnum með einhverjum hætti. Það er tvennt í þessu. Þetta mál er náttúrulega ekki á dagskrá og nú ég ger enga athugasemd við það að Jasmína leggi fram þessa bókun. Finnst það bara fullkomlega eðlilegt. En svo er þetta lagt þannig fram að það er meiri hlutinn það er hluti hérna sem að tekur undir með þessu og þá er svona nánast restinni stilt upp sem einhverju skítælum. Sko. Ég finnst voða vont að vera dregin inn í þetta. Þetta er alveg hrikalega erfitt mál. Og svona í annað sem er í þessu, að það er, þetta kemur upp aftur og aftur. Og það er fyrir einhver undirskriftasöfnun af stað, það er einhverjir sem standa upp til að verja málstað ákveðina krakka. Það er fullt af krökkur sem að fá ekki þennan stuðning. Verið að vísa burt. Þannig að mér finnst alltaf óþægilegt að leysa þessi mál, þessi erfiðu mál, á Facebook með undirskriftasöfnunum og þess áttar. Kerfið verður að fá að vinna á þessu. Kerfið kannski ræður ekki við það núna og við finnst mjög óþægilegt að vera stilt svona upp við vegg. Ef þú ert ekki með þessu, ef þú skrifar ekki undir, þá ert þú bara skítall. Þið er bara ekkert umhugað þessu börn. Við þykir þetta við finnst það mjög óþægilegt, öll þessi staða í heiminum, þessi staða flóttamanna, hún er alveg hræðileg og mín helst ósk er að þau geti búið í sínu heimalandi. Að það sé hægt að bæta ástandið þar. Þetta er þrautalending, hlýtur að vera. Ef við setjum okkur í þessi spor, viljum við taka okkur upp og búa í Egyptalandi? Fjarri öðrum? Viljum við það? Nei. Sama á við þetta fólk. Þannig að ég myndi alltaf, þegar ég er settur í þessa stöðu, að ég þurfi að taka afstöðu með eða móti eða eitthvað, að fyrsta sem þetta er í hug, mikið væri nú indælt ef þið gætu búið það sem þið vilja búa. Að þið þurfti ekki að vera á flótta. Ég er að halda þessa ræðu algjörlega óundirbúið. Því að mér finnst eins og mér sé ítt hérna út í horn. Ég er frekar ósáttur við það, en ég ætla ekkert að gagnrýna ræðu Jasmínu, ekki neitt. En þessi framsetning finnst mér ekki alveg boðleg á bæjarstjórnarfundi, þar sem þetta mál er engan veginn á dagskrá. Fyrir Jón Einumsson, gerðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú ekki alveg sammála bæjarfulltrúar Baldri um það að þetta sé ekki í ekki að taka upp hérna. Mér finnst þetta mál vera þess eðlis og við höfum hleypt málum hérna að
sem snúa að þeim málum sem eru til umræðu og mér finnst bara mjög gott og ætla að hrósa Jasmín að halda þessa ræðu og þessa tillögu og ég er nú ekki aðilega að henni en ég skrif undir hana og hjartalega sammála henni og ég bara hvet þá bæjarfulltrúa sem hafa áhuga á þessu máli og hafa ekki skrifið undir hana að gera það og styðja við þetta verkefni að skora á stjórnvöld beit sér fyrir því að umrædda fjölskylda fá að vera hérna áfram. Mér finnst það bara sjálfsagt mál og ef þetta snýst ekki flokkapólitík, þetta erum við að gera þessum einstaklingar og ég hvet bara alla þá sem ekki hafa skrifið undir þetta að taka þátt í þessu með okkur. Eindreið. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum liðum? Já, ég ætla nú að gera það líka að segja nokkur orð viðbótar. Sko, við erum hér núna að ræða málefni barna undir fundargerð barnaverndarnefndar. Við getum rætt þetta undir fundargerð velferðarnefndar, velferðarráðs. Og það að við hefum ekki að ræða mál sem eru erfið, ég skil það ekki. Ef mér finnst vegið að barni og teki afstöðu og læti enga flokkapólitík stjórna mér í því. Og eins og Friðjón nefndi hér, ég myndi glaður vilja sjá fleiri nöfn á þessa bókun sem hér hefur verið lögð fram. Og við erum hér að hleypa af stokkunum og fengum kynninga á því fyrir síðasta bæjarstjórnarfund, eitthvað sem heitir Allir með. Og ég spyr, hvaða allir? Er það handvalið í þann hóp? Eiga bara að vera sumir að vera með. Og ég fatta þetta ekki. Við erum búin að sjá félagsráðgjafa rísa upp og mótmæla þessu. Og ég vildi óska þess að fleiri hefði gert það. Kerfið á að leysa málið. Ef að kerfið klikkar, hvað þá? Og kerfið klikkar oft. Það er engin algildur sannleikur í eitthvað sem heitir kerfi. Og þegar mér finnst að kerfi klikki, þá mótmæli ég. Og ég ætla að vona að ég geri það á meðan ég er í pólitík og jafnvel lengur. Ég bara, þegar ég sé lítið barn í fjölmiðli grátandi yfir því að það fá ekki að eiga hér heima. Hversvegna í ósköpunum erum við að banna börnum að eiga hér heima? Hvað í andskotanum ræður því, fyrirgefið orðbragði, að við ætlum að banna börnum að búa hér? Hvað heimilar okkur það? Ég er bara svo heppinn að ég fæddist hérna og bara á ég þetta. Ef það væri svona, það búa 500 milljónir manna í Evrópu og flestir af þeim hafa heimil til að flytja hingað og búa hérna. Þeir bara gera það ekki. Það er bara engin á að flytja hingað til Íslands. Þessi fjölskylda leggur það á sig að flytja frá Egyptalandi og eins og Jasmín rakti svo vel fyrir okkur. Þau skildu allt eftir. Hvers vegna skildu þau nú hafa gert það? Skilja allt eftir og meta það sem svo, það að skilja allt eftir, það er betra að koma til Íslands í kuldan og snjóin og myrkrið, vinalaus, allslaus, peningalaus, án viðurkenninga á þeirra réttindum og vera hér, frekar en að vera þar.
Og það að við séum að þetta sé ekki alveg eftir ritúalinu, þetta er málefni barna sem búa hér í okkar samfélagi og eru búin að búa hér í rúm 2 ár. Og hvar á barn heima sem er 2,5 árs og hefur búið á Íslandi í 2 ár? Hvar á það heima? Ég spyr. Þið við bara fyrirgefa, mér er heitt í hamsi, þetta snerti mig tilfinningarlega og mér finnst, ég skammast mín fyrir að það sé verið að taka svona ákvarðanir. Það hefur engin helvíta maður áhuga að búa hér á Íslandi í myrkrinu og kuldunum, nema við og fáeinir sem að vonuðust til þess að við myndum skjóta skjólshúsi yfir þá. En því miður, þá er búið að búa til reglu svo við getum hendum út, litlum börnum. Því miður. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri en orðið laust. Margrét Sandís gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Þessi umræða er gjörsamlega algjörlega óskiljanleg. Fyrst langar mig að nefna að ræðan hjá Jasmínu var góð. Innihald gott og hún er væntanlega eina manneskjan sem skilur og hefur tilfinningar gagnvart, öðruvísi tilfinningar gagnvart flóttabörnum því að hún hefur gengið í gegnum þetta sjálf og ég veit að það er ekki létt að ræða þetta þessu nótum. En er það þannig, eins og forseti nefndi, Guðbrandur, að ef að þú skrifar ekki undir, þá þykir þér bara, þá ertu bara kaldlyndur, horfir á barn gráta í sjónvarpi, þá ertu kaldlyndur og þú vilt ekki fá það, vilt ekki hafa það. Er það þannig að öll börn á flótta eiga heima hér? Það væri dásalegt. Ég held að Guðbrandur sé bara að leggja til að börnin sem að eru á flótta og eru núna á hrakhólum vegna eldsvoða í Grikklandi, að við hljótum að bjóða þeim þá hingað. Eru þau ekki í hræðilegri stöðu? Við getum örugglega gert betur Íslendingar. En þegar að maður hlustar á aðila, og það er merkilegt ef maður horfir á aðila ríkisstjórnarinnar, 3 ráðherrar hafa tjáð sig um þetta mál og það tala allir um að þeir vildu að þeir getu tjáð sig um málið, en það er ekki hægt. Og það eina sem ég get sett út á það sem Jasmína sagði er að það er ekki hægt að gagnrýna einhverja málsmeðferð hjá ríkisstjórn eða eitthvað svoleiðis. Málsmeðferðin er ekki hjá ríkisstjórninni. Það kom sérstök athugasemd vegna þess að ráðherrar voru alltaf að ráðskast með svona mál. Það kom sérstök athugasemd á utan. Þá var sett upp svonefnd kærunefnd þessara mála og hún fjallar þetta þannig að menn fái eðlilega málsmeðferð. Og þess vegna finnst mér vont að vera stillt upp við vegg og á þetta mál heima hérna örugglega. Þessi börn hafa búið hér í Reykjanesbæ. En af hverju er þetta ekki þá sett á dagskrá? Í íþróttaráði þá er ekki þannig að hægt sé að tala um öll íþróttamál. Bara öll sem okkur dettur í hug. Í atvinnuráði þá tölum við ekki öll atvinnumál sem okkur dettur bara í hug. Eða menningamál. Þannig að þetta er ekki þannig að ég skilja það þannig. Ég er þá bara að misskilja reglunar hérna. Þannig að það hefði verið eðlilegt, algjörlega eðlilegt að setja þetta þá sérstaklega á dagskrá, en allavega sem kemur okkur svo gjörsamlega í opna skjöldu og er hálfgerð kjaftsögn að það er fyrst að það er lesin þessi tilfinningaþungaræða, síðan kemur bókun og hluti skrifar undir og við höfum bara ekki heyrt af þessu máli. Við sem bara ekki neitt. Sitjum bara alveg eins og aular hérna í stólnum og bara hvað er að gerast hérna. Og nokkur aðeins að skrifa undir. Við erum öll búin að leita í gegnum póstin okkar og það sýr ekki inn að þennan póst. Við erum ekki alveg að skilja þetta. Þannig að
að halda því fram að við finnum ekki til með fólki eða viljum gera betur, það er rangt. En ég segi það algjörlega eins og að mér finnst það ekki hægt að þjóðfélagi rísi alltaf á afturlappirnar ef einhverju koma í fjölmiðla og eins og aðili sem í hjálparsamtökum sagði einhver tíman opinberlega, það gengur ekki að falluga börni með tár í augunum komi í sjónvarp og hinir fá ekki landvistarleyfi. Það verður að vera regla á þessu, það er kalt að segja þetta, en ég bara segi alveg eins og mínir fulltrúar eða samflokks mínir, við ræddum þetta hérna áðan, maður er bara hreinlega gjörsamlega miður sín yfir þessu, gjörsamlega miður sín, en eigum við þá að hlaupa til með bókanir eða ræður eins og Guðbrandur var með núna áðan? Ó Guð, ég treysti mér ekki í það, því miður. Já, mér langar nú að biðja bæjarfulltrúa Margrét að gera mér ekki orði mun. Ég nefndi það aldrei að ef þú skrifaðir ekki undir þá væri þú eitthvað. Ég nefndi það aldrei. Baldur Guðmundsson, þú beðið orðið. Já, Vilhelm Þorsti, afsækja, ég skulle koma aftur, en það ræður sem komu í kjölfari á minni ræðu sýndu það að alveg fullkomin misskilningur á því sem ég var að flytja. Algjörlega fullkomin misskilningur. Fyrsta var það að setja mál á dagskrá. Ef það þarf að setja mál á dagskrá þá er það borið undir fundin. Ef það er ekki búið að setja inn á dagskrá, auglýsta dagskrá, þá þarf að bera það undir fundin hvort að við erum tilbúin að taka þetta fyrir án undirbúnings. Þannig höfum við gert þetta. Við höfum oft talað svona, við erum tala fræðslumál og þá förum við kannski dálítið út á suður og leifum okkur ýmislegt í umræðinni. En þegar við erum að taka svona einstakt mál, sérstakt mál fyrir, þá horfum við þetta öðruvísi við. Þannig að það sem ég að gera að gagnrýna stjórnsýsluna en þá er því svara með bara réttlætið, barnasáttmálinn, tárvot augu í sjónvarpi. Ég er ekki að gera lítið úr þessu. Það var ekki innihald minna ræðu að ég væri að gera lítið úr þessu ástandi. Samt kjósa að koma þetta upp og halda áfram flokkapólitík. Þetta er ekki einhver flokksboðskapur sem ég er að flytja hérna. Ég bara kem hérna sem bæjarfulltrúi Baldur. Ég er að vísa í Sjálfstæðisflokknum, en það hefur kannski ekkert með nákvæmlega það sem ég er að flytja núna. Það er kerfi, við búum við kerfi. Stjórnsýslu kerfi. Við þurfum að hafa okkur innan þess ramma. Það er það sem ég er að benda á. Það getur vel verið að þessi rammi sé rangur. Þá tökum við á því. Þannig að flokkapólitík er bara svona neðanbeltis skot eitthvað. Svo kom Guðbrandur inn á þetta einmitt, handvalið. Allir með á að handvelja. Þegar við erum að gera þetta, safna undirskriftum fyrir eina fjölskyldu, það er handval. Það er það sem ég er að gagnrýna. Ég hef heyrt þetta áður. Einmitt frá kennara, og ég ætla ekki að nefna nein dæmi eða nafngreina eitt eða neitt eða hvaðan fólki kom, í sama bekk var krakki sem fekk fjölmiðlameðferðina, undirskriftalista á Facebook.
í annari röð var krakki sem fekk ekki sömu meðferð. Sá sem að fekk undirskriftasöfnuna, hann náði að framlengja sína dvöl, hinn var sendur heim. Það er handval sem ég finnst ekkert smekklegt. Þannig að mér finnst bara fólk að hafa fullkomið rétt á því, ég segi það aftur, ég er ekki að mótmæla ræðu Jasmínu, gagnrýna eða neitt, fínasta ræða, fínasta bókun hennar. En þetta er mjög sérstök framsetning í þessari stjórnsýslu hjá sveitarfélagi, bara því miður. Kannski bara svona lokum frá mér, þá vil ég bara minna á frelsi bæjarfulltrúa til að leggja fram bókanir samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Og kannski bara minna það að á síðasta bæjarstjórnarfundi lögðum við fram sameiginlega bókun sem að ég lagði hér fram í nafni allra bæjarfulltrúa, en á þeim fundi lögðu líka bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fram bókun og við höfum ekkert haft vitneskju um þá bókun, ég heldur þessar 2 sem hafa komið í dag. Þannig að hér er nú verið að leggja fram bókanir svona stundum þegar það þykir henta, en það er samkvæmt sveitarstjórnarlögum hafa bæjarfulltrúar heimild til þess að leggja fram bókanir. En þessi fundargerð er lögð hér fram án afgreiðslu. Þá er komið að fundargerð Íþrótta- og tónlistarráðs sem er liður númer 4, orðalaust þá fundargerð. Guðni Birna gerir svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar að koma inn upp undir fundargerð Íþrótta- og tónlistarráðs og fagna lið 1 sem fjallar umsókn í forvarnastjóð, og ég rak augun í þetta mál og mér fannst þetta svo dásalegt að grunnskólafulltrúi Reykjanesbæjar sækir í forvarnastjóð fyrir alla nemendur í 8. og 10. bekk í öllum grunnskólum Reykjanesbæjar, og þetta er það sem að ég hef rætt oft í gegnum tíðina varðandi umsóknir í forvarnastjóð, að eitt foreldrafélag eða eitt bekkur eða eitthvað annað slíkt getur sótt eina staka fræðslu eða alla fræðslu, hvað svo sem dettur í hug hverju sinni, en þarna er ein umsókn fyrir alla þessa nemendur og snýr að fræðslu skaðsemi vímuefna á líf og heilsu fólks fyrir þennan hóp 8. og 10. bekk sem er á þessu unglingastigi, og þetta er svo frábærlega vel gert og svo einstaklega gott að allir eru teknir inn, ekki bara einn bekkur, einn skóli, þetta er fyrir alla og bara frábær vinnubrögð. Anna Sigríður gerir svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, bæjarstjóri. Já, ég kem undir sama lið og Guðný Birna, teku undir með henni. Ég fagna því líka að þessi forvarnasjóður sé til í Reykjanesbæ og það sé verið að sækja í hann í virkilega góða fræðslu. Og eins og Guðný Birna nefndi áðan að það er mikilvægt að allir skólar fái sömu fræðsluna. Og ég ætla að bæta við þetta að eftir að þessi fræðsla vímuefni og heilbrigði verður í öllum grunnskólum bæjarins, þá munu foreldrar allar barna á unglingastigi fá sömu fræðslu eða svipaða. Og mér finnst bara mikilvægt að nefna þetta að þarna er grunnskólafulltrúi að sækja þessa fræðslu vegna þess að við erum nýbúin að vera að ræða fundargerð barnaverndarnefndar og þar kemur fram að það er aukning á heimilisofbeldi, það er aukning á vanrækslu barna og við þurfum náttúrulega að auka forvarnir og þetta er bara eitt stór liður í því og við bara þurfum ekki annað en að lesa fréttir að það er margt neikvætt sem hefur verið að gerast í þessu ástandi á þessu ári og þá fagna ég því að það sé verið að auka forvarnir í öllum skólum og stofnunum fyrir börn og foreldra barna
Því að við erum öll búin að heyra setninguna marg ofta þessu ári að við erum öll almannavarnir. Ég held að sé bara komið tími til að fara að skipta takt núna. Segja bara, við erum öll forvarnir. Það er komið tími á það. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem að Styrmi Gauti Gersvel. Forseti, ég kem hérna upp undir lið 8 en ég vil bara hrósa þeim sem að koma að þessu myndbandi fyrir vel unnið og vel hefna kynningamyndband, en í leiðinni vil ég nýta tækifærið og hrósa starfsfólki 88-hússins og Fjörema fyrir það starf sem þau vinna þar og þá metnaðarfullu starfsemi sem þannig er boðið upp á fyrir börn og unglinga sem er algjörlega til fyrirmyndar. Takk fyrir. Það hafa ekki fleiri hvassi ljós undir þessum lið. Þeir sem geta samþykkt fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs eru beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að lið nummer 5 sem er fyrirgefðu. Ekki sko, því að þetta er bara þegar ég er fyrir svo eftir á Þetta er til í sjóðunum sem þau hafa til ráðstöfunar, er það ekki? Ok, við látum það liggja milli hluta. En þeir sem samþykkt geta fundargerðina, já, samþykkt 11-0. Þá er komið að fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. september, þeir orðið laust, Anna Sigríður Gersvel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langar að koma hérna undir lið 1 og 2 svona saman. Við erum að tala um tillögu sem ég lagði fram hérna varðandi heilsulæsi, en ég lagði til að þema í heilsuvikunni yrði heilsulæsi og lýðheilsuráð tók mjög vel í tillöguna ásamt því að viljum minna á heilsuvikuna í október. Hún gæti orðið svona aðeins öðruvísi en undanfarin ár, kannski bara með tilliti til sóttvarna, að frekar er því fyrirlestum streymt og vonum bara að íbúar taki þátt, hvetjum alla til að taka þátt í heilsuvikunni. Svo langar mig að nefna hérna mál númer 3 sem er bleikur október. Það er margt að gerast í október, svona heilsu mánuður hjá okkur. En þar var Guðrún Magnúsdóttir, lýðheilsufræðingur, sem ræddi þá hugmyndavinnu sem stendur yfir varðandi átaki kynheilbrigði kvenna í Reykjanesbæ. Ráðgert er að það veri gert í samstarfi Heilbrigðisstofnun Suðurnesja varðandi fræðslu og fyrirlestra. Dagskráin verður auglýst síðar, en lýðheilsuráð telur mikilvægt að stígi sér til fasta til jarðar varðandi skimanir fyrir krabbameini kvenna á Suðurnesjum og að aðgengi og þjónusta sér til staðar á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Lýðheilsuvísar hafa gefið vísbendingar um aukna þörf á skimunum. Við erum bara búin að vera í mjög góðu samstarfi við HSS og ég hlakka til að sjá dagskrána sem verður í október og vonast til þess að sem flestar konur taki þátt og nýti sér þjónustuna í næsta mánuði. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Guðni Birna gerir svo vel. Kæri forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna líka undir lið 3 bleikur október. Mér finnst frábærlega að sjá hjá lýðheilsuráði að kveða sérstaklega á þennan þátt. Hvað var það skimanir fyrir krabbameini kvenna á Suðurnesjum. En við hefum nýlega fengið lýðheilsuvísa fyrir 2020 og þar komum við enn
ekki nógu vel út í skimunum, bæði fyrir leghálskrabbameini og brjóstakrabbameini. En samkvæmt tölum frá landlækni þá skimun fyrir leghálskrabbameini 56% hér, meðan 66,7% annars staðar og fyrir brjóstakrabbameini svipaða tölur 52 á móti 60. Þannig að frábært að HSS ætlar að taka þátt í þessu og efla fræðslur og forvarnir kvenna, en við þurfum að impra á þessum skimunum. Það eitthvað sem við þurfum að bæta okkur verulega í. Þannig að ég fagna því að þetta sé í gangi og þetta verið tekið inn í bleikan október og frábært, en við þurfum að gera hér átak í þessum málum. Takk fyrir þetta, Jóhann Friðrik, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Samstarfið í lýðheilsuráði gengur vel. Það eru auðvitað ærnar áskoranir hjá okkur hér sem við náttúrulega sjáum mjög glögglega í lýðheilsuvísum embættis landlæknis. Það er aftur á móti mikið fagnaðar efni að við erum að loka metrónum að klára hér lýðheilsustefnu fyrir sveitarfélagið sem verður mikið svona, hvað ég að segja, fast upphafst skref í þeirri vegferð sem við erum í hér í sveitarfélaginu. Það sem að gleymist oft í lýðheilsumálum og erfitt kannski að bera saman við hinn hefðbundnu velferðarmál eða heilbrigðismál, það er það að öll þessi vinna tekur langan tíma. Og hér erum við að leggja grunninn að því að bæta lýðheilsu íbúa og við munum í einhverjum tilfellum ekki sjá afrakstur þess fyrir eftir mörg ár. Nú, hér í þriðja lið eins og bæjarfulltrúar hafa nefnt er átaksverkefnið Bleikur október og það sem að við höfum nú farið víðan völl á þessum bæjarstjórnarfundi, þá langar mig að minnast á sorglegt mál sem upp hefur komið í samfélaginu og snýr einmitt að skimunum fyrir krabbameini. Þar sjáum við því miður að þeir lítur út fyrir að þeim hafi verið ekki nógu vel sinnt. Sýnir kannski bara mikilvægi þess að við hugum mun betur að skimunum og ekki síst að þeirri umgjörð sem að við viljum skapa skimunum, ekki bara fyrir konur, heldur ekki síst fyrir kalla heldur. Einnig. Aðgengi að skimunum hér á svæðinu, samkvæmt lýðheilsuvísum, hefur einhverjum ástæðum ekki verið nógu gott. Og við þurfum að efla heilbrigðisstofnun Suðurnesja. En við vitum það líka að heilbrigðisstofnun Suðurnesja er ekki rekin af sveitarfélaginu. Við getum eflt samstarfið, við getum komið með athugasemdir, við getum reynt að brýna stjórnendur til dáða, en við þurfum að ýta á ríkisvaldið að fjármagn fylgi. Í lögum heilbrigðisþjónustu kveður á að allir íbúar eigi rétt á bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu á hverjum tíma. Hvað útskýrir það að heilbrigðisþjónusta á Suðurnesjum er eftirbátur annarra þjónustu á landinu? Ég held að það sé fyrst og fremst kannski sú staðreynd að við höfum leyft í að þróast þannig yfir margra ára skeið. Sú hnignun hófst ekki þegar við ákveðum að setja lýðheilsuráð á laggirnar, hófst ekki þegar hér var setuverkfalla á heilbrigðisstofnun Suðurnesja, hófst ekki með einhverju átaki núverandi bæjarfulltrúa eða þingmanna, hún hófst fyrir löngu síðan. Og það mun taka okkur mörg ár að vinda ofan að þessari þróun. Að öllum líkindum út frá svona lýðheilsu sjónarmiðum erum við að sjá
heilsufarslegar afleiðingar á Suðurnesjum í dag sem að hófust kannski fyrir 30 árum síðan. Engir heimilislæknar, takmörkuð þjónusta, raðir í komu til lækna og svo má lengi telja. Og þess vegna vil ég minnast á þetta vegna þess að við erum að leggja hér grunninn að því að bæta lýðheilsu í Reykjanesbæ en verðum að vera þolinmóð gagnvart þeim árangri sem við ætlum okkur að ná. Við getum vissulega tekið þátt í átaksverkefnum og þau eru mikilvæg og við gerum það sannlega. Enda er komið inn á það í þessari fundagerð. En við þurfum að vera með margra ára plan. Við þurfum að setja okkur raunhæf markmið. Það tekur 10-15 ár hið minnsta í einhverjum tilvikum. Þannig að hér erum við að leggja grunninn að því í þessu lýðheilsuráði og brjóta blað að minnstu kosti meðal sveitarfélagana að setja lýðheilsu í fyrsta sæti. Nú, mér langar að nefna eitt, kannski svona lokum. Við erum með Anna Guðrúnu Magnúsdóttur, lýðheilsufræðing, sem starfar fyrir ráðið og hún er vakin og sofin yfir þessum málaflokki og hefur staðið sig einstaklega vel og við mátt gott samstarf við hana. En þetta er sameiginlegt verkefni allra sem starfa hjá Reykjanesbæ og eins og bæjarfulltrúar hér hafa oft nefnt, af hverju að taka einn málaflokk út úr eins og lýðheilsu? Jú, það er vegna þess að þetta gerist ekki bara hjá lýðheilsuráði eða einum lýðheilsufræðingi. Þetta gerist í stefnumótun og viðhorfsbreytingu hjá sveitarfélaginu og ekki síst hjá bæjarbúum sjálfum. Þannig að nú er óhætt að segja að lýðheilsuráð sé farið að virka vel. Ég hlakka til að kynna nýja lýðheilsustefnum fyrir sveitarfélagið og samþykkja hana von bráðar. Þetta er löng vegferð, en okkur gengur vel að marka svona fyrstu sporin og því ber að fagna. Orðið laust. Það er ekki fleiri sem að óska þeirra að taka til máls. Þeir sem samþykja fundagerð lýðheilsuráðs eru beðin að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er fundagerð velferðarráðs frá 9. september og þannig búið að ræða nokkur atriði úr henni svona í umræðinni á fundinum hingað til en orðið laust fundagerðina. Guðni Birna gerir svo vel. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestur. Við ætlum að renna aðeins yfir 390. fund velferðarráðs Reykjanesbæjar, það er aldrei búið að funda í þessu ráði. Undir lið 1 var, tóku við fyrir aukna þörf á fjárstuðningi til framfærslu en sögum þess að kirkjan á Suðurnesjum er að draga úr styrkveitingu sínum, eða sérst hjálparstarf kirkjuna, velferðarsjóð Suðurnesja og líknar hjálparsjóðu Njarðvíkurkirkna hefur verið að skerpa á hlutverki sín og breyta verklagi þannig að sjóðurinn mun hætta að greiða fyrir skólamat sinna skjólstæðinga sem eru börn á grunnskólaaldri. Þannig að það sem við vorum að fara yfir á þessum fundi var hvernig við getum innvinklað þetta inn í okkar stuðning til þessara barna en við nánari skoðum komið ljós að 90% af þessum börnum sem voru að þiggja styrk frá kirkjunni eru börn einstaklinga á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins. Þannig að við erum að skoða hvernig við breytum þessum reglum félagslega þjónustu hjá okkur. Og þar sem við munum, við höfum verið að greiða styrk nú þegar sem samsvara hálfu meðlagi per barn og það mun það fara í þessa aðstoð við skólamat. Þannig að við erum að skoða þennan styrk nánar. Nú við erum einnig að skoða breytingu reglum á félagsþjónustu sveitarfélaginu þegar kemur að ferðaþjónustunni. Það er að segja hvernig við getum aðstoðað fólk með fötlun eða fatlað fólk að komast leiða sinna innan reglana sem eru gildandi núna en það eru breytilegar eftir því hvort að viðkomandi á bílinn getur ekki keyrt hann og annað slíkt þannig að við erum að yfirfara þá reglur. Nú öðru leyti bara
ganga hlutinni vel. Við erum með ofboðslega öflugt fólk inn á þessu sviði sem að gera sitt allra besta að undirbúa veturinn sem að verður líklegast harður og þungur hjá okkur. Við eigum von á aukningu fólks á fjárhagsaðstoð og við erum að skoða það sérstaklega og það er farið frá okkur inn til bæjarráðs fyrirhugaða hækkun og hvernig og hvort við munum fara því. Það verður tekið fyrir í bæjarráði næst. Þannig að við þurfum að huga þessum fjölskyldum sem eiga bágt hjá okkur og munu eflaust versna og aukast núna í haust. En við verum bara að setja hausinu undan okkur og faðma fólki okkar og taka á þessum þungum málum. Takk. Það hafi ekki fleiri óskað eftir að fá að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 9. september er beðin um að gefa merki. Hún er samþykkt 11:0 og þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan er gengið frá fundargerð.
594. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkjanesi Hljómahöll 15. september 2020 kl. 17. Og viðstaddir Anna Sigurður Jónisdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margreta Sanders, Styrmi Gauti Fjellsteð, Gunnar Felix Rúnarsson, Jasmína Vætsovis Sjennars, Kjartan Kjartansson bæjarstjóri og forseti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 3. og 10. september og forseti gaf orðalaust fundargerðirnar til máls tók Friðjón Einarsson. Til máls tók Baldur Þór Guðmundsson Sjálfstæðisflokki og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókunin en hún barst rafrænt. Og til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson. Til máls tók Margreta Sanders Sjálfstæðisflokki og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa þá bókun en hún barst rafrænt. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson og Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðirnar samþykktar 11.0. Fundargerð annar mál og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 4. september 2020 og forseti gaf orðalaust eftirfarandi lið fundargerðarinnar frá 4. september til sérstakrar samþykktar. 4. liður fundargerðarinnar Kópabraut 12 breytingu á bílageymslu í íbúahluta var samþykkt 11 atkvæða án umræðu og sami liður fundargerðarinnar að heimila styttingu á tímabili grenndarkynningar var samþykktur sömuleiðis með 11 atkvæða án umræðu og forseti gaf orðalaust fundargerðina. Fundargerðin samþykkt öðru leyti án umræðu 11.0. Þriðja máli fundargerð barnaverndarnefndar frá 31. ágúst 2020 fundargerðin lögð fram. Forseti gaf orðalaust og til máls tók Díana Hilmarsdóttir. Síðan tók til mál Jasmína Vætsovis Sjennars og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ekki lesa þá bókun en hún barst rafrænt. En undir hana rituðu Guðbrandur Einarsson, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð og Jasmína Vætsovis Sjennars. Til máls tók síðan Guðbrandur Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson og Margreta Sanders. 4. mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. september, forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Guðni Birna Guðmundsdóttir, Anna Sigurður Jónisdóttir og Styrmi Gauti Fjellsteð og fundargerðin samþykkt 11.0. 5. mál fundargerð lýðheilsuráðs frá 9. september, forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jónisdóttir, Guðni Birna Guðmundsdóttir og Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðin samþykkt 11.0. 7. mál fundargerð velferðarráðs frá 9. september, forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tók Guðni Birna Guðmundsdóttir og fundargerðin samþykkt 11.0. Ágætu bæjarfulltrúar, þeir sem samþykkt geta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Hún samþykkt 11.0 og þá ekki fleira á dagskrá og 594. fundi því slitið.